Hvað hangir þarna uppi, Vippi? Mér sýnist þetta vera fullt af blikkdósum sem eru bundnar saman með snæri. Blikkdósum? Það er hægt að gera ágætis vatnsfötur úr þeim. Reyndu að ná þeim niður, Vippi. Það er gat á botninum þar sem snærið fer í gegn. Já, þá gagnaður nú ekki sem vatnsfötur. Það er eiginlega ekkert gagn í þeim. Ef ég hlusta vel, þá held ég bara að ég heyri sjávarhljóð. Bíddu hægur, Mangi. Segðu eitthvað meira. Aha, ég fekk snjalla hugmynd. Já, alveg bráð snjalla hugmynd. Vippi geimlaugur kallar Manga geimstjóra. Heyrðu til mín, yfir. Frábært, þetta verkar. Slepptu mér. Það eru aðeins knattspyrnukappar sem kyssast. Uppfinningamaður ég er, þó ekki lesið getu, og heila starfseminn er herrleg, þótt haldinn sé ekki skólaletinn. Hvað ertu að gera, Mangi? Ætlarðu að stofna járnvöruverslun? Nei, ég ætla að stofna Manga miðstöð smjattpattana. Manga miðstöð smjattpattana? Hvað í óskopunum er það nú? Það er æðislega byltingakennd og undraverð ný símstöð. Og þá veistu það, kartöflukjáninn. Maður tekur blikkdós, ég á við símtól. Já, ég verð að muna að segja það rétt, já. Og svo festir maður vísbótta við hana, svona, í gegnum þetta gat hérna. Og þá er hægt að tala í hana, alveg eins og í alvöru síma. Bíddu bara þar til allir í þorpinu eru búin að fá eigin síma og þá sjá þeir mig loksins í réttu ljósi, Mangi minn. Já. Já, sem algjöra vitleysing. Snillingur, það er ég. Já, snillingur. Látum okkur nú sjá, í hvern á ég að hringja fyrst. Sá á kvölina sem á völina. Svara þú. Næ, ég held nú síður, þú skalt svara. Þetta geti sprungið í loft upp. Láttu ekki eins og kjáni, þetta er bara sími. Æ, hann hætti að hringja. Aha, það er svöruvekki. Í hvern á ég nú að hringja? Jæja þá, þá er ég næstum tilbúinn. Ég sé ekki betur en þetta sé alveg eins og alvöru bjöllur hjá mér. Hjálpi mér. Þetta eru alvöru bjöllur. Það eru farnar að hringja. Hvað er nú þetta? Er Jóna ekki heldur heima? Hvers vegna svarar hún ekki? Þetta verð ég að segja öllum. Það trúir mér enginn. Málverkið mitt er raunverulegt og bjöllurnar mínar hringja. Hvað ég er spennt. Ég minn eini, guð minn góður, hvað á ég að gera? Ég get ekki látið nokkuð sjá mig með hárið svona. Getur ekki einhver svarað? Ég er alltaf tauga og styrk til þess. Þetta er alveg furðulegt. Það virðist enginn vera heima í dag. Hvar geta allar stelpurnar verið? Kannski síminn sé ekki í lagi. En hvað mér brá? Hver er þetta? Hérna er Manga miðstöð. Hvað get ég aðstofað? Heyrðu góði, ég hef beðið hér í allan morgun og síminn minn hefur ekki látið í sér heyra. Hann er bilaður. Og hvað ætla að hann sé bilaður? Þú ert ekki að tala við mig, er það? Það skiptir ekki máli. Auðvitað er hann ónýtur. Það hefur enginn hringt í mig í dag. Það hlýtur að vera eitthvað að. En sú frekja. Hann hringir ekki nema einhver hringi í þig, skilurðu. Þú átt að sjá að einhver hringi í mig. Hættu þessu bulli. Látum okkur nú sjá. Ég hef ekki enn hringt í bananabræðuna til að prófa síman hjá þeim. Hver er að spila á klukku í þessu lagi? Ekki ég. Ekki ég heldur. En þessi klukknahljómur kom frá þér. Ég held nú síður. Jú, að vísu. Skrítið. Það er síminn. Það er síminn að hringja. Ég skal svara. Nei, ég skal svara. Ég er næstur honum, ég vil fá að svara. Hann er hættur. Hann hefur leiður á að bíða. Það er allt okkur að kenna, við ættum ekki að rífast svona. Ég vilist ekki hafa heppnina með mér núna. Það er bara enginn heima. Ætli ég fari ekki bara út líka. Kannski að þau séu alla bralla eitthvað sem þau hafi ekki sagt mér frá.
Nei, sællmangi, hvernig gengur með undratækið þitt? Alveg ágætlega, þetta er allt í gangi heima á mangamiðstöð. Það var gott að heyra, því að ég þarf síma. Ég kem þá með þér bara til að fylgjast með að þú farir rétt af. Þarna er nýji síminn minn, nú er best að hringja í Sval. Síminn er ekki í sambandi? Jú, auðvitað er hann það, hann hlýtur að vera það, ég prófaði alla símana. Leið mér að reyna, halló? Halló? Miðstöð? Kjánakólfurinn, þú ert miðstöðin. Já, satt segiru. Engin furða þó ekkert samband báðist. Þú átt að vera heima á skiptibólinu, flýttu þér á miðstöðina þína. Ég kom alveg mátulega. Halló, þetta er á mangamiðstöð. Mikið var, hvar hefur þú verið? Engan dónaskap, get ég aðstoðað? Já, sími minn er bilaður. Það hefur enginn hringt í mig enn og þó hef ég beðið hér í allan morgun. Síminn er í lagi og hana nú. Þarna var ég full fljótur á mér. Ég hefði nú ekki átt að æpa á hann Pésa. Hann pest nú í taugarnar á mér. Já, nú veit ég. Það byrja Lúla lauka, hringi í hann. Halló, Lúli, ertu þetta þú? Herðu, Lúli, getur þú gert mig greiða? Getur ekki hringt í hann Pésa? Það hefur enginn hringt í hann og hann hefur beðið við síman í óratíma. Nei, það ger ég ekki. Hann er svo skapillur og hann kemur mér bara til að gráta. Ég hef búin að gleyma að þú er svona grenjuskóða. Allt í lagi, ég bið þá Sval. Hann er alltaf svo svalur hvað sem á gengur. Þetta þú Svalur? Viltu vera svo vænn að hringi hann Pésa fyrir mér? Ég held hann sé svo einmanna. Hann er svo geðvondur og hann verður alltaf einmanna. Halló, hver er þetta? Það er ég, Mangi. Herðu, Pési minn, þér gagnar ekkert að sitja við síman því að það vill enginn hringi í þig. Það segja allir að þú sért svo geðvondur og orðljótur. Það er haugalíi. Tómlíi. Ég á við að þú verður að bæta skap þitt. Það er allir hrættir við þig. Það er ekki satt. Ég er með skap bestu mönnum. Já, svo sannarlega. Svo þetta er þá allt mér að kenna. Ég ætla mér aldrei að vera svona geðvondur. Það er ekki best að ég fari hérna bara. Ég fell ekkert inn í kramið hérna. Ég held að Pési sé að flytjast alfarið burt úr þorpinu. Hann heldur að við viljum ekki hafa hann hér vegna þess að hann er alltaf svo geðvondur. Hann er svo leiður vegna þess að enginn vill sími í hann. Þetta dugir ekki. Staðurinn yrði ekki samur án Pés okkar. Við verðum að gera eitthvað í málinu, er það ekki? Jú, við látum allar hringja í hann svo honum finnist hann ekki einmanna. Ég ræði ekki til þetta. Það er alltaf margir á línunni. Það er allir að hringja samtímis í Pésa. Línan er alveg rauðglóandi. Já. Þetta er svo ekki grín. Það er að kvikna í hjá mér. Kalli á brunaliðið, kalli á slökkviliðið. Þetta verður allt í lagi. Ég hef komið með slökkubílinn minn. Ég skal slökkva eldinn. Ég skal bjarga þér. Góði gamli Pés okkar. Já, hvað myndi verðum okkur án þín? Þú ert svo hugrakkur. Ég er fegin að þú komst svona fljótt, Pési. Já, þú mátt ekki fara frá okkur, Pési minn, við þörnumst þín. Já, auðvitað verð ég kyrr hérna og ég lofa því að missa ekki stjórnarskapið mínu framar. Ef þú gerir það, Pési, skaltu bara snúa brunaslöngunni við og kæli í þér skapofsann.